var sendur út á danska geðlyfinu og Sagði hann bara að þú of feitur riðið í gang? já, og þetta var að því bara eitthvað svona leggjast eftir mat dæmi og ég bara svona hætti að borða í 1 ár og ég svona hægt og rólega að byrja að borða aftur einhvern veginn. Þetta ekki þannig svangur eða? Jú, og ég alveg svona, og þú lærir inn á þetta hvenær þú getur borðað og hvenær ekki og svona, en þetta hefur verið áhugavert, þetta hefur verið ferðalega inn á við fyrst og fremst. Já, það er ótrúlega fyndið, sko, maður velti fyrir sér, þegar ég gerir mér ekki alveg grein fyrir þetta lyf lætur þið verða listalausari, en sko, er það eina sem að, þú veist, getur bara farið á lyfið og lést, og það er sumir til dæmis, þú veist, ég var að sko eitthvað viðtal við Reyni Bergmann, sem hann var eitthvað að segja eitthvað, já, ég held að það hafi verið sterarnir sem að fóru snýdli mig og ég, maður stóð sterum. Þannig að það eru mjög margir sem eru svona, þú veist, útur á því hérna í ræktinni. Er einmitt þú getur ekki bara farið á stera og orðið svona massaður, þetta er í alvörinni vinna. En þú veist, er Ozempic þannig að, þú veist, er þetta engin vinna, eða er þetta svona, þú getur farið á lyfið en þú þarft líka að vinna fyrir? Sko, það er hægt að borða sig í gegnum, það er ákveðin svona flökutilfinning sem kemur yfir þig, svona, og þú getur borðað í gegnum það. Þú veist, og bara sigrast á henni og haldið áfram, sko, og í alvöru, sko, og þetta verkar mismunandi á fólk, sko, og allir hafa voða mikla skoðanir á þessu, en ég hef hreyft mig allt mitt líf, ég er ágætlega hraustur, en ég á í helluðu sambandi við mat, og þess vegna fór ég að þetta, og þetta hefur látið mig svona, ég veit ekki, hugsa eins það samband og hvað veldur og svona, og þetta hefur aldrei verið annað en áhugavert, skilur, og eins og staðan er, þá er útlit fyrir ég verið á þessu út ævina, sko. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.